Hverja skiptir það aðalega máli hvernig við umgöngumst landið okkar og auðlindir þess í dag? Maðurinn verður átt að segja því að hann drottnar ekki yfir náttúrunni, heldur hann bara auðmjúkur hluti hennar. Og þess vegna hefur mér alltaf fundist svo miklu máli skipta að við áttum okkur á því að náttúruvernd snýst í raun og veru það að vernda möguleika mannsins til þess að vera til á jörðinni inn í langa framtíð. Maður hugsar samfélagi sitt, maður hugsar efnahagsmál og umhverfismál og allt svoleiðis. Og maður hugsa líka hvað afleiðingar þetta hefur fyrir okkur og það þetta aspekt fyrir komandi kynslóðir. Það bara hvernig verður þetta, þetta góð ákvörðun í dag en hvernig verður þetta eftir 20 ár eða 30 ár eða börnin okkar og barnabörn, hvernig lífi ætla þau að lifa og það líka okkar ábyrgð. Þetta það hættulegasta sem við stöndum frammi fyrir og það svona óttast ég allar þessar hugmyndir þennan ógulega hagvöxt, allar þennan vöxt sem menn alltaf að kalla eftir. Hófsemi og vöxtur, þetta svolítið sitt hvorum enda. Og þá held ég að hófsemi sé það sem tilheyrir framtíðinni, en ekki vöxturinn. Ég held að hafi mótað okkur að búa í svona mikilli nála við náttúruna og náttúruöflin. Og það verður ekki mótað okkur þannig að við séum öll útrásavíkingar sem að taka bara áhættu og æða áfram og eru svona einhverjir sterkir snillingar. Ég held að hafi líka mótað okkur þannig að við hefum svona lært ákveðna auðmýkt gagnvart umhverfinu og gagnvart okkur sjálfum og gagnvart öðru fólki. Og ræktum nýja atvinnuvegi. Þetta sem einu sinni var kallað eitthvað annað og var hlegið að og svo komumst við að því þegar við fengum tækifæri til þessi ríkisstjórn að reikna til að mynda hennar skapandi greinar velta jafn miklu og áliðinni. Þetta atvinnustefna sem skilar hægum en stöðugum vexti í anda sjálfbærrar þróunar og það undirstaða þess að við getum bætt kjör fólks í þessu landi til lengri tíma. Sá sem alltaf í samkeppni lítur á náttúruna og fólk sem hluti sem hægt að nota og versla með. Það mætti kalla það blinda peningahyggju sem við höfum búið við undanfarna áratugi í svo djúpum skít að við sjáum vart út úr augum. Hins vegar byggir sjálfbærni á umhyggju fyrir náttúrunni og öðru fólki.